Jafnvel þótt íslensku skógarnir séu lausir við ýmis vandamál sem herja á skóga í öðrum löndum, ekki þar með sagt að við séum laus allra mála. Nýir sjúkdómar og meindýr geta borist til Íslands og breytingar á veðurfari geta orðið til þess að landlægir skaðvaldar færist í aukana. Á Austurlandi hefur sveppasjúkdómur sem kallast barviðaráta tekið að herja á síberíulerki í vaxandi mæli síðustu árin, þar á meðal á svokölluð íslensk lerkikvæmi, sem líklegast að séu blendingar rússalerkis og síberíulerkis. Barviðaráta getur drepið trén. Hún sérstaklega skæð á haustin. Sveppgróin komast inn í trén, sár og skemmdir á greinum eða ból. Í kjölfarið smitast yfirleitt fleiri nálæg tré gegnum rótarkerfið. Varast ber að særa trén þegar þau að búa sig í dvala á haustin og fram eftir fyrri hluta vetrar. Umhirða á borð við tvítoppaklippingu, hvers konar grisjun eða bilun, uppkvistun og þess háttar því ekki æskileg á haustin, enda greiðir það sjúkdómnum leið milli trjáa og getur orðið til þess að stór svæði skemmist. Engu að síður mjög mikilvægt að skóginum sé vel við haldið. Til dæmis má hann ekki vera of þéttur, því þá líklegra að vindar og snjóalög skaði trén og opni leiðir fyrir sjúkdóminn. Best að bíða með umhirðu fram í frost að vetri þegar plantan örugglega komin í dvala, eða sinna umhirðunni á sumrin þegar tréð í fullum vexti. Ef tré augljóslega sjúkt ekki ráðlegt að klippa það. Vilji svo til að sýkt tré sé klippt, vissara að hreinsa verkfærin. Gott að skóla þau vel með vatni og enn betra að nota sveppadrepandi efni, til dæmis bleikiklór, til að ná sveppagróum eða hverslags sjúkdómsvöldum af verkfærunum. Umhirða nauðsynlegur þáttur í skógrækt og engin ástæða til að sinna henni ekki. Hins vegar mikilvægt að fara rétt að og bjóða ekki hættunni heim.